Náttúruval, aðlögun og fjölbreytni. Charles Darwin er faðir þróunarfræðinnar. Hann kom með þróunarkenninguna og þar er mikilvægasta hugtakið náttúruval. Darwin sá að útlit og eiginleikar gefa okkur vísbendingar skyldleika. Seinna, með hjálp erfðatækninnar, sjáum við miklu betur hvað skyldleikinn er í raun mikill. Náttúruval er það þegar dýr og plöntutegundir aðlagast umhverfi sínu. Þau taka breytingum sem henta því umhverfi sem þau eru í. Hæfustu einstaklingarnir lifa af. Þeir veikari og þeir sem eru illa í stakk búnir til að takast á við umhverfi sitt deyja út. Darwin sá til dæmis á ferðalögum sínum að finkur á Galapagoseyjum við Suður-Ameríku voru með mismunandi gogga. Goggarnir hafa þróast á löngum tíma til að henta best því æti sem var að finna á eyjunum. Sumar lifa á fræjum og eru því með gogg til að ná sér í fræ, á meðan aðrar finkur lifa á skordýrum og eru það með öðruvísi gogg til að takast á við skordýr. Þetta er dæmi aðlögun og jafnvel þó að lífríkin á þessum eyjum séu frekar lík, þá hafa finkurnar aðlagast mismunandi æti því fjölbreytnin í æti var til staðar og þróunin var á mismunandi veg á mismunandi eyjum. Fjölbreytni er af hinu góða. Því meiri fjölbreytni, því líklegra er að tegundir geti tekist á við utanaðkomandi áhrif, svo sem sjúkdóma eða náttúruhamfarir. Fjölbreytni næst með stökkbreytingum og kynæxlun. Stökkbreytingar gerast oft í lífverum. Ofta skipta þær engu og lífveran jafnvel vinnur á þeim sjálf. Stöku sinnum verður þó stökkbreytingin sem lifir af og fer frá foreldri til afkvæmis. Þessar breytingar skapa aukinn fjölbreytileika hjá tegundum. Það er einmitt með kynæxlun sem breytileiki verður svo mikill. Því afkvæmi eru fjölbreyttar blöndur af foreldrum sínum og ekkert afkvæmi verður alveg eins. Þannig að alltaf skapast nýir einstaklingar, sumir með litlar eða stórar stökkbreytingar. Helsti böðull þessara fjölbreytni er maðurinn. Við útrýmum tegundum og tökum landsvæði sem áður hýstu villtar tegundir og nýtum til að rækta fábreyttar, útvaldar tegundir. Þegar við til dæmis höggum niður skóga til að rækta hveiti sem er genabreytt og allt eins, þá víkur þar fjölbreytt skógarlíf fyrir einhæfum hveitiakri.